Mig langar fyrir hönd Fíladelfíu að bjóða ykkur velkomna á styrktartónleika sem Kristniboðssambandið heldur. Og sá sem tekur við heitir Ragnar Gunnarsson og starfsmaður þeirra. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir og hjartalega velkomin hingað í dag. Þetta eru tónleikar sem eru hluti af Kristniboðsviku sem stendur yfir undir yfirskriftinni Gerum Jesú þekktan meðal þjóðanna. Það er búin að vera samkomur í gangi og svo síðast á morgun, en þetta er svona aðeins öðruvísi dagskrá. Við fáum söng og stutta frásagnir, en getum annars notið góðra tónlistar og söngs. Það miðar hérna, svona bláir, hjá Jóni hérna uppi eða líka frammi við dyr. Ef þið viljið fylgjast með dagskráni, þá hún þar svona í stuttu máli. Við byrjum á orgelleik. Það eru þau Guðni Einarsdóttir, söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar, sem mun spila fyrst, og síðan Kristján Hrannar Pálsson, og eftir það mun Lárus Óskar Sigmundsson frá Hjálpræðishernum syngja og leika. Ætlunin var að hafa gospelkór Hjálpræðishersins með okkur, en því miður þá forfölluðust það margir að það gekk ekki að koma með kórinn, en Lárus ætlar að vera ígildi 10 manna kórs hérna á eftir. Síðan kemur ljósbrot, kvennakór KFK, og loks kemur í lokin Skram Rít fjölskyldan, eða Rít Skram fjölskyldan. Það skiptir ekki máli, en við skulum leggja þessa stund í Drottins hendur, en fyrst ætla ég að minna á vers dagsins hjá Biblíufélaginu. Það passar vel, það gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrað í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Og það minnir okkur á það hlutverk sem við höfum, að fara út heiminn og gera Jesú þekktan, þannig að fólk kjósa að vera lærisveinar hans. Og það þarf að kenna fólki og fræða það, svo að það rótfestist í orði Guðs og í trúnni og eftirfylgdinni við Jesú. En þá skulum við biðja saman. Við þökkum Drottni við fáum að koma hér saman í þínu nafni. Þökkum við fyrir það að þú hefur gefið okkur þessa viku, þessa stund, til að heyra og hlusta og til að njóta og til að fá uppörun og hvatningu. Vertu hér nálægur með þinn heilaga anda. Talaðu til okkar í Jesú nafni. Amen. Þá býð ég Guðnýju Einarsdóttur velkomna. Sæl og gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég ætla að spila fyrir ykkur hluta úr 2 verkum. Það fyrra eftir Jóhann Sebastian Bach og heitir Toccata í C-dur. Og þetta verkar eftir að Bach samdi það þegar hann var frekar ungur, svona milli 20 og 30, og maður svona svolítið heyri það. Það svona mikil spilagleði í þessu verki. Bach kvittaði líka undir öll sín verk, Soli Deo og Gloria, Guði einum til dýrðar, og samdi gríðarlega mikið af orgelverkum og söngverkum og kórverkum og allt í kirkjulegum tilgangi eða kristilegum tilgangi til að lyfta orði Guðs. Næsta verk sem ég ætla að spila eftir Báru Grímsdóttur og alveg glænýtt, og hún fer svolítið óvenjulega leiðir, hún Bára. Að þetta verk það heitir Flóra, það í 4 köflum, en ég ætla bara að spila 1. Og hver kafli ber heiti eftir blómi úr íslensku flórunni. En blómin vísa öll í ritningarstað og helgisagnir, þannig að þetta sami líka sem kirkjulegt verk. Og að mæla að segja að saman frétti þessir kaflar kransum fagnaðarerindið. Og fyrsti kaflinn hann heitir Davíðslykill
annar kaflinn Maríustakkur, þriðji ljósberi og sá síðasti 7 stjarna. Og ég ætla að spila Maríustakk. Ég ætla að lesa fyrir ykkur það sem Bára skrifar Maríustakk. Annar kaflinn Maríustakkur vísar í Maríu, móður Jesú og hennar faðmandi hlýju, móður kærleika og öryggi. Möttul Maríu ort í kvæðinu Máría ljáðu mér möttul þinn eftir Einar Ólaf Sveinsson sem var fæddur 1899 og dó 1984. Þegar mér sígur svefn á brá, síðastur alls í heimi, möttulinn þinn mjúka þá, móðir breiddu mig ofan á, svo sofi ég vært og ekkert illt mig dreymi. En fyrst Toccata eftir Jóhann Sebastian Bach.
Takk fyrir þetta, komið sæl, ég heiti Kristján Hrannar, ég ætla að taka við og ég ætla bara að hafa þetta stutt. Ég ætla að spila að fingru fram, improvisera við sálmalag sem við þekkjum nú öll hérna inni sem í Bljúgri bæn og mér langar að sýna ykkur hvað maður getur gert við það á þetta magnaða hljóðfæri, í hvaða föt maður getur klætt sálminn og vona að þið njótið. Svo já, það verða nokkrar variationir og svo bara ekkert vera að klappa á milli, klappi bara í lokin, það alveg nóg, en það ekki?
Þetta var glæsilegt. Kæra þakkir Guðni og Kristján Hrannar. Hann er organist í Digranes og Hjallakirkju. Ég glemdi vist ekki að segja það áðan. Við erum með styrktartónleika í því skyni meðal annars að safna fjármunum til starfs Kristniboðssambandsins. Fjárhagsáætlun ársins er upp á rúmar 100 milljónir og það þarf að hafa allar, ég segi kannski ekki klær, en allar leiðir opnar. Og við höfum tækifæri til að gefa til starfsins í dag. Ég ætla nú ekki að segja sér selt út eins og var gert hér einu sinni og kipis inn en kostar út. En við erum með nokkra möguleika á blaðinu með dagskráni. Sjáu þið bæði kennitölu og bankareikninga sem hægt er að millifara á. Síðan er hægt að borga með posa hérna aftast leið og þið farið eða skilja eftir reiðufé og ef þið gerið annarkvort af þessu og viljið fá skattafslátt, nýti ykkur hann, þá eru þarna umslög þar sem þið stingið peningunum eða posamiðanum í og merkið með nafni ykkar og kennitölu og þá skilar þetta sér á skattskýrslu næsta árs og þið getið notað þess í júní byrjun árið 2026 að hafa gefið og fengið afslátt. Kristniboðsvikan er helguð þeim starfsvæðum sem við einbeitum okkur á og þau eru mörg. Við höfum lengi verið í Eþíópíu í rúm 70 ár, í Kenju í tæp 50 ár, í Japan í 15 ár og svo höfum við stutt við fjölmiðlastarf SAT7 í Miðausturlöndum og Norður-Afríku í 25 ár eða næstu 30 og á miðvikudagskvöldi þá vorum við að einbeita okkur að því að skoða hvað er að gerast í Miðausturlöndum. Kristið fólk er ósótt þar og ég ætla svona aðeins að minna okkur á einn mann sem hafði samband við sjónvarpsstöðina SAT7 sem er samstarfsaðili okkar. En stöðin sendir út á 4 rásum og 3 tungumálum, tyrknesku, persnesku og arabísku. Og þar fyrir utan er fjöldi fólks sem að vinnur eða aðstoðar SAT7 með því að svara í síma. Fólk er hvatt til að senda skilaboð, það er hvatt til að hringja eða senda tölvupóst og einn af þeim sem hafði samband er maður nokkur í Afganistan sem við köllum bara Amir, hann heitir það ekki raun og veru, en aðstæður kvenna hafa verið mjög slæmar í Afganistan eftir að talibanar tóku við og þar er líka ekkert auðvelt að vera karlmaður ef að fólk er kristið. Og Amir er einn af þessum kristnumönnum og hann hafði samband í SAT7 sem er á Farsi og sagði hvernig lífið væri fyrir honum og mörgum öðrum í Afganistan. Það hefði verið þagganir í konunum, það með ekki tala í opinberu rými, það með ekki syngja opinberlega og hann sagði það er ekki bara búið að þagganir í konunum, heldur líka búið að þagganir í okkur köllunum og þagganir í mér. Og hann sagði frá því hvernig bæði hann og eiginkona hans hafa verið barinn og fyrir það að vilja ekki fylgja eftir ströngum reglum talibana í öllum hlutum. Þau hafa stöðvað hann og lögreglan hefur stöðvað hann og hann hefur verið barinn og daginn var konan hans líka stöðvuð og hún var barinn fyrir að bera ekki hijab á réttan hátt að þeirra mati. Sem kristinn maður reynir Amir að fara huldu höfði og forðast að sækja íslamska bænastundir en þar er í raun og veru skyldumæting. En hann þakkar SAT7 fyrir að styðja við sig andlega. Ég er svo þakklátur fyrir þessa dásamlegu sjónvarpsstöð, sagði hann. Ég gleðst svo innilega í hvers sinn sem þið sendið út hugleiðingu. Ég var kristinn fyrir aðeins 2 árum og ég á kross. Það fyllir mig frið að horfa á krossinn, hafi kærar þakkir fyrir. Þetta er bara eitt af ótal mörgum dæmum sem að mér langaði að minna okkur á hérna. En þá er komið að Lárusi Óskari Sigmundssoni, svæðisforingja hjá Hjálpræðishernum. Gjör svo vel.
Takk kærlega fyrir. Já, ég heiti Lárus Óskar Sigmundsson og starfandi svæðisforingi í Hjálpræðisheimum. Ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ætlaði að fara að segja kvöld, en það ekki kvöld ennþá. Ég með gospelkór í Hjálpræðisheimum og því miður þá var of mikið af forföllum í kórnum að við þurftum að aflýsa því, en ég ákvað þá bara í staðinn að koma og spila nokkur lög. Ég ætla að byrja á því að spila lag sem að ég samdi í COVID. Þetta lag kom til mín í draumi og fjallar það að þetta var engill sem að fann mig og sagði við mig að eina sem ég þurfti að gera að opna hjarta mitt og hleypa honum inn. Því að eins og við vitum í COVID þá var mikið var þetta þungt og erfitt og mikið myrkur yfir. Þannig að mér fannst eins og að Guð hafi sagt við mig gegnum þennan engil að ég mun taka allt í burtu frá þér, þú þarft bara að opna hjarta þitt og hleypa mér inn. Og það heitir Let Me In. Once upon a time there was an angel who found me. I was hurt and afraid and I was lost for words. He showed me and told me that everything is going all right. I just to have opened my heart and let him in. We spoke for a while, told me about what you did for people. He said that you loved and cared for humanity. I was afraid to ask him about my own life. I just have to open my heart and let him in. He is that man that suffered for every person. He gave his own life so we could be finally free. We all are written by name in his own hands. Through darkness and sorrow, be here with me. It's so clear to me what I have to do to conquer, so all my fears and longings will go away. Now I can walk in faith and face all my troubles. I just have to open my heart and let him in. He is that man that suffered for every person. He gave his own life so we could be finally free. We all are written by name in his own hands. Through darkness and sorrow, be here with me. Takk fyrir. Mér langar að spila lag fyrir ykkur sem heitir Little Blue og eftir hann magnað Jacob Collier. Fyrst þegar ég heyrði þetta lag þá var það sem að það gerðist eitthvað í bara líkamanni mínu. Það var eitthvað sem að snerti mig svona rosalega.
Hann segir að hann sé ekki kristinn, en það var eitthvað sem að sagði við mig að þetta er alveg þannig fyrir mér allavega, eins og ég upplifði það. Að hann er okkar, hvernig get ég orðað það? Hann er okkar svona safe space, eins og maður getur sagt á góðri íslensku. Við getum þótt að allt fari í eitthvað háa loft og lífið getur stundum verið erfitt, þá getum við alltaf fundið staðinn þar sem að við eigum heima, og það er heima hjá Guði. Þannig að ég ætla að spila það. Little Blue, gjörðu svo vel. Little blue, be my shelter, be my cradle, be my womb, be my boat, be my river, be the stillness of the moon. If I could, I go with you to a place I'll never knew. In your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say, you never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark. In your heart, you're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a way home. Little blue, be my anchor, be my light, my compass star. Be my darks, be my danger, be the strings of my guitar. Little blue, how I love you, something strong and something true. In your arms, so dear and gentle, there's a home that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say, you never walk alone. Singing, don't be afraid of the dark. In your heart, you're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a way. Don't be afraid of the dark. In your heart, you're gonna find a way. Don't be afraid of the dark.
Takk fyrir. Næsta lag sem ég ætla að spila heitir Mitt lýs á norsku. Ég nefnilega bjó út í Noregi í 8 ár og var að vinna þar hjá Hjálpræðisherðnum. Og fyrstu 2 árin mín voru svolítið svona trúboð, svona kristinboðstarf í bæ lengst norður í Noregi, alveg við landamæri Rússlands. Og þar voru við 5 ungmenni að vinna því að byggja upp starfið í þessum litla bæ. Lagið fjallar að við getum verið ljósið í myrkrinu. Og það nefnilega svolítið upplifið í þessum bæ að það var ekki rosalega mikið að gerast, fólki var ekki rosalega kristið og maður fann fyrir þessu myrkri. Þess vegna ákvað ég að semja þetta lag og skrifa hana texta sem að fjalla það að við getum verið ljósið í myrkrinu. Jeg vet om en som gir meg alt, så jeg kan leve trygt. Han som følger der jeg et lys som brenner her. Han vil passe godt på deg, han vil gi deg ro. Han som skinner som et lys, jeg gir han takk og pris. Han mitt lys, for hver en dag, et lys som gir meg velbehag. Det jeg trenger gir han meg, et smil så kommer jeg. Jeg vet om en som gir meg alt, når mørket stormer inn. Du har åpnet opp mitt sinn, jeg et lys på deg. Han mitt lys, lyset i mørket. Han mitt håp, som jeg stoler på. Du mitt lys, lyset i mørket. Du mitt håp, som jeg stoler på. Takk fyrir. Síðasta lagi sem ég langar að spila fyrir ykkur heitir Kveiktu ljós.
er samið af manni sem heitir Túri Ós og það er Guðni Einarsson og Guðmundur Karl Brynjarsson sem að sömdu íslenska textan. Kveiktu ljós, kveiktu ljós, kveiktu ljós í mér, Jesús. Kveiktu ljós, kveiktu ljós, kveiktu ljós í mér, Jesús. Kveiktu ljós, kveiktu ljós, kveiktu ljós í mér, Jesús. Kveiktu ljós, kveiktu ljós, kveiktu ljós í mér, Jesús. Guð minn, ég þakka þér sem þekkir mig. Orð þitt er leiðsögn mér ævistig. Vertu mér lífið sjálft, mín vörn og mitt hrós. Lýstu mér leiðina, já sendu ljós, sendu ljós, sendu ljós, send mér ljós þitt, ó Jesús. Sendu ljós, sendu ljós, send mér ljós þitt, ó Jesús. Frelsari drottinn minn og bróðir minn, þú Jesús mig þekkir best og elskar mest. Vertu minn leiðtogi hvert sem ég fer, ljós mitt á veginum, já lýstu mér, lýstu mér, lýstu mér, lýstu veg minn, ó Jesús. Lýstu mér, lýstu mér, lýstu veg minn, ó Jesús. Lýstu mér, ó Jesús. Takk fyrir mig. Kæra þakkir fyrir þetta, Lárus Óskar. Tíminn líður, ég ætla nú ekki að segja mikið núna á milli, en aðeins að minna á það að starf Kristbóðssambandsins hefur verið lengi í Eþíópíu og Keníu og heldur áfram þar þó svo við séum ekki með kristniboða á svæðinu. En við styrkjum útbreiðsluverkefni kirknanna í þessum tveimur löndum, þar sem eru innlendir prestar og predikar sem að fara inn á ný svæði, bera Jesú vitni og byggja upp kirkju á nýjum stöðum og þannig breiðist orðið út og kirkjan styrkist og stækkar og fleiri læra að þekkja Jesú. Við erum hins vegar með kristniboða í Japan og erum líka styrkjan Gabriel Einarsson sem er þar aðeins og í Evrópu erum við að styrkja Gísla Jónsson og Nóru kona hans sem í Búlgaríu og erum svo með kristniboða í London sem starfa með að farsimælandi innflytjenda þar, aðalega fólki frá Íran og það starf nær víð út heim í gegnum Instagram starf þeirra.
En það komið að ljósbroti og gjöru svo vel. Já, takk fyrir. Takk. Þetta rosalega ánægjulegt að vera með ykkur í dag og deila með ykkur þessi kallun í okkur líf til að boða Krist, til að vera rör sem ljósið Krist geta skín í gegn, hreinsa okkur og vera tilbúin að lýsa Guðs kærleikan og ljós áfram. Þessi mjög skemmtilegt hóp, eða ekki? Finnst ykkur, þeir eru rosalega myndilegt, eða ekki? Mér finnst þessi, og eins og flest íslenskri konu, þeir kemur mér stöðugt á óvart, þeir hafa svo mörg hlið, eins og diamantur í svona gemsteinn, og þeir getur verið rosalega pirrandi stundum, en oftast þeir rosalega hvetjandi og skemmtilegt. En við erum að minka við okkar tvörlög, við syngjum 4 lög fyrir okkur núna í kvöld, þetta búin að vera svo skemmtilegt, en fyrsta lag sem búin að vera illa viðstaddur til að kynna lagið, en þú drottinn, dýrð sé þér. Love
heppin að fá svo góðu ljóðskáld og tónskáld, hann Lárus, já, það kom fulla þessi miðnafn, ég aldrei heyrt þessi miðnafn, það fullunningsnafn, þessi Óskar, já, þetta fulla einhver nafnið í fjölskylda, Óskar, nei, þú bara einn Óskar, það slett. Heyrðu, þá hérna á hans samti lag, já, hann samti lag og var að flytja þetta lag út í Noregs og var að spila þetta fyrir mig og svo ég sagði, Maja, aðeins að útsetja þetta fyrir kvennakórinn, svo hérna þá ger ég það. Og þetta heitir hérna Savior og þetta nafn sem þú varst að nota? Nei, segja mér nafnið sem þú varst að nota. Hear me when I pray. Hear me when I pray.
Kæra þakkir og Keith Reed sem nú stjórnandi og undirleikari og allt múli mann. Þakkaði fyrir Keith að koma og vera með þínu fólki hér í kvöld. Keith nú kvæntur Ástu Skram sem formaður Kristniboðssambandsins eða stjórnar Kristniboðssambandsins og þetta syngjandi fjölskylda og það nú alltaf gaman að heyra í þeim og þau ætla að leyfa okkur að njóta eitthvað af því sem að þau bera fram hér í dag. En Keith hann fór til Kenju í fyrra og ætlaði aðeins að segja okkur frá því hvernig var að koma á slóði Kristniboðsins. Já, þetta ég kom til Íslands í 1989 og þetta var alltaf Ásta og Keith. Ásta og Keith. Hvort sem við förum, þetta var alltaf Ásta og Keith. Sem ég bara eftir 30 ár maður aðlaðast það, svo þetta bara Skram Reed. Þetta bara Skram Reed fjölskyldar okkar. Það hefur ekkert með Reed Skram að gera. Þetta bara Skram Reed, Ásta og Keith og ég gleðjast þessi samsetning. Mjög gaman. Afrika var mikið, ég var alveg upp í Hvítusunnarkirkjan. Mamma og pappi var prestur í Hvítusunnarkirkjan og ég man þegar ég var 7-8 ári, alla krakkar í kirkjan var boðin fram, setjast niður og þá kom kristniboður með slides og hann var að sýna hvað hann var að gera í Afriku. Og ég man ég á engin filter þegar ég var krakki. Ég man ég sagði, af hverju allir í hvíti peysur og svarta buxur? Og kristniboður hann, að því mín reynsla með Afrika var fjölbreytt lit og mikið litur og allt þessi og allt hans mynd var svarta buxur og hvítu skyrtur og ég bara varpa þetta út og þeir þaga mig niður fljótlega. En þetta akkurat var það í Kenja núna síðasta sumar var svo mikið gleði og litur og frelsi. Þó þessi fólk átti svo lítill og kultúrin, menningar þeirra var í mörgum leitið rosalega skadandi, sérstaklega fyrir börnin. Þetta var ótrúlegt að upplifa skóli og kirkjan og hvernig kristniboðar og fólk sem var frelsað, sem gaf sitt líf til Jesus var alveg upp í þessi og núna þeir eru leiðtogi þar í Afriku. Ég var að læra mikið bara lítið á mín eigin barm og bara spyrja mig mikið af hverju mér finnst ég ósáttur með svo mikið sem ég á svo margt en þeir bara var að lýsa allt annar vigbröð með lífið en Guð var að nota þessi ferð mikið í lífið mitt og kynnist tónlist menningar þeirra inn í kirkjunni 5 klukkustund messu. Þetta var mjög fjölbreytt og allir kom fram, litla fólk og eldri fólk og mikið vitnisburðarstund og syngja og dansa og mjög skemmtilegt. Så við erum að safna peninga því þeir eru í þarnast fyrir hluti sem við kannski taka eins og sjálfsagt hluti. Þeir vantar bara rör inn í húsið og vatnið aðeins nær bygging og svo endilega láta Heilagi Andi snerta við ykkur í dag og ég veit fólk er að horfa á sending sem frá Kenja núna í dag og þeir eru svo þakklátt fyrir gjafir og hjálp og stuðning fyrir hvað þeir að gera. Så þetta hluti af fjölskyldan mín. Ég á 5 börn og 1 kona og en það var tímabil sem við vorum í Þýskalandi og þá átti ég ennþá 5 börn og 1 kona en þegar við vorum að lappa niður í fúsgängarzón það leit út eins og ég var ekki og ég var með 6 börn. Þetta var så skemmtilegt, eldri systur og 5 sískinni. En þetta Ásta, þetta konan mín. En það så gaman að hafa tækifæri til að syngja saman og finna þessi gleði í Jesu
og Kristi hérna inn í lífið okkar og hérna þetta Gunnhildur, hún nummer 2 og Bryndís, hún nummer 5 og hérna 3 í Long Beach og 1 og 4 í garðinum núna í dag. Så det mer gaman að hafa fjölskyldur, mer dýrmætt stund. Så ég skal ekki hafa þetta lengur, en við að syngja smá lög sem við tók, jafnvel fyrir 2 ára, við fórum til Ítalíu og söng þessi lög smá út á götur og þetta var skemmtilegt. Þeir gaf okkur pizza og alls konar skemmtilegt. En við gerum þetta fyrir Jesus, en við vorum mer ánægð með pizza líka. Hands of the Potter. Hands of the Potter fyrsta lagi sem við syngjum og þetta sem sagt lag það að Guð þessi með leirinn og við erum leirinn og hann að móta okkur eftir sinni ímynd. Þetta gjör svo vel. The clay, then I've been left out in the sun, cracked and dry like mud from the sty, still clinging to the prodigal son. But I'm on my way back home. Yes, I'm on my way back home into the made the wine from the water into the hands of the potter. Lord, if I'm the clay, then let your living water flow. Soften up my edges, Lord, so everyone will know that I'm on my way back home. Yes, I'm on my way back home into the hands that made the wine from the water into the hands of the potter. Lord, when you listen for the song of my life, let it be a song so sweet. Let it be a song so sweet. Let it be a song so sweet. Let it be. Lord, if I'm the clay, then lay me down on your spinning wheel. Shape me into something you can feel, something real. I'll be on my way back home. Yes, I'm on my way back home into the hands that made the wine from the water into the hands of the potter, into the hands that made the wine from the water into the hands of the potter. Tack för det.
Undanfarið árið hefur við fann mikið blessun í tónlist Leonard Cohens og fann, eitthvað sem snerti við okkar og þá akkurat þessi tema kannski ekki hefur aldrei verið meira nöðsynlegt fyrir lækning, fyrir healing í okkar samfélag, í okkar hjartað. Healing frá sjónskekkja, svo okkar sjón getur verið beint á Jésu og ekki í kring okkar til að draga athygli okkar orka frá. Healing, come healing, Leonard Cohen. Healing
Takk fyrir. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 Já, við erum með okkar síðasta lag núna, en lag sem við erum að flytja núna hefur akkurat þessi boðskapurinn sem við erum að fá til okkar í hjartað okkar. Go into all the world and preach the gospel to every creature. The Great Commission heitir þessi lag og þá búin að vera mjög dýrmætt stund með ykkur í kvöld og Guð bless ykkur núna í komandi föstun og í páskatíma sem að koma og láta þessi boðskap núna í kvöld snerti við og láta við geta styðja þessi fólk út á kristnibóðsakkurinn. Look at my feet. It's so
is hard to believe. I have faith you will do greater things. It's my time to go, but before I leave, go tell the world about me. I was dead, but now I live. I've gotta go now for a little while. Goodbye is not the end. Don't forget the things that I've taught you. I've conquered death and I hold the keys. Where I go, you will go to someday. But there's much to do here before you leave. So go tell the world about me. I was dead, but now I live. I've gotta go now for a little while. Goodbye is not the end of the journey, the end of the road. My spirit is with you wherever you go. You have a purpose and I have a plan. I'll make you this promise, I'll come back again. But until then, go tell the world about me. I was dead, but now I live. I've gotta go now for a little while. Goodbye is not the end. Goodbye is not the end. Goodbye is not the end. For a little while. Goodbye is not the end. Takk fyrir. Já, ég þakka kærlega fyrir og það er komið að lokum hjá okkur í kvöld. Ég þakka Fíladelfíu Hvítasunnu-kirkjunni hér fyrir að lána okkur húsnæðið og þeim sem hafa verið að stúsast í kringum þetta fyrir þeirra miklu og góðu vinnu. Tryggva fyrir að ýta þessu áfram og þakka svo ykkur sem að hafi komið hér fram og lagt mikinn tíma og vinnu í þetta kærlega fyrir. Og vonandi verðum við duglega að gefa á móti sem þakkar gjörð fyrir það að við fengum að koma hér og njóta þessa góðu dagskrár. Það svo sem ekki mikið meira auglýsa, loka samkoma Kristbóksvikuna verður í Íslensku Kristkirkjunni á morgun klukkan 1. Og ég minni bara á posan hérna sem hann Ágúst hjálpar ykkur með ef að þarf.
og það umslögin og þau eru beggja megin við dyrnar og pennar eiga að vera þarna og síðan bara þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið og verið með okkur. Ef hefur ekki séð Kristniboðsfréttir þá frammi í andirinu nokkur eintök af fréttabréfi Kristniboðssambandsins sem gjarna að taka með ykkur. Og ég býð ykkur drottins blessunar og góðs kvölds og þakka fyrir samveruna. Takk fyrir.